Eins og ég segði áðan, þá heiti ég Hrund Gunnsinsdóttir og ráðstefnustjóri á þessu þingi. Ég líka þróunarfræðingur og framkvæmdastjóri Crowd Consulting og ég ætla að fara hér með stutt erindi sem heitir 8 vita landamæraleysis. Yfirskrift ferðamálaþingsins í ár samspil ferðaþjónustu og skapandi greina. Skapandi hugsun, skapandi greinar. Í dag, bæði á Íslandi og erlendis, mikið talað skapandi hugsun. Ekki bara að því okkur vantar nýjar hugmyndir, ný úrræði til þess að skapa atvinnu í kjölfar efnahagskreppu og lægðar víðsvegar heiminn, heldur erum við líka komin í einhvers konar hugmyndafræðilega blindgötu eða krossgrötur eftir því hvernig við veljum að líta á málið. Gamlar aðferðir og verkfæri, íhaldssama stofnanir og gamaldags reglur virðast ekki ná að fylgja tíðarandanum sem skyldi. Og með tilkomu nýrrar tækni, eins og internetsins, hefur hröðun breytinga orðið svo mikil að við vitum varla hvar á okkur stendur veðrið. Þetta kannski lýsir því ágætlega. Þetta tilraun til þess að hafa einhvers konar yfirsýn yfir samskipti á internetinu í einn dag. Hnattræn málefni eins og loftslagsmál, fólksflutningar, vaxandi misskipting auðs og alþjóðlegir glæpir þarfnast úrlausnar. Alþjóðleg viðskipti og þróunaraðstoð, opinberar og fjölþjóðlegar stofnanir sem eða þurfa að vera í einhvers konar endurskoðun víðsvegar heim. Og þegar þetta skoðað kemur ekki endalega upp svo tilfinning að allt sé að fara til fjandans, heldur að verið sé að stokka spilin. Það sem samt verið út allan heim að stokka spilin. Og spurningin erum við að gera það líka eða ríghöldum við í gömlu höndina þó svo meiri hluti spilafélagana sé sestur við annað borð. Að mínu mati eitt brýnasta verkefni samtímans og okkur sem hér sitjum að vera meðvituð hættuna sem felst í því að nota einvörðungur gömul verkfæri á nýjan veruleika. Við þurfum nefnilega að endurhugsa afstöðu okkur til hlutana og leggja megináherslu á ferlið sem leiðir okkur þangað sem við stefnum. Ferlið skiptir nefnilega mestu máli. Því það þarf að móta þann farveg sem nauðsynlegur til þess að umfaðma og fagna þeim breytingum sem að eiga sér stað út allan heim. Eitt af grundvallarstefnum stefum skapandi hugsunar og vinnuferlis að treysta einmitt ferlinu. Að þora að halda út í hið óþekkta, treysta innsæinu og tilfinningunni fyrir óorðnum hlut og standa með sannfæringu sinni. Að fylgja ákveðnum reglum í vinnuferlinu og treysta því að það fari með mann á þann stað sem manni kemur til með að langa dvelja á. Það algengur misskilningur að telja sem svo að skapandi hugsun og skapandi vinnuferli feli í sér agaleysi. Ég nýbúin að vera á heimspekiþingi gagnrýna hugsun og siðferði, þar sem þekktasti heimspekingur okkar Íslendinga sagði nóg vera komið að listafólki á Íslandi, skapandi hugsun og agaleysi. Hann setti þetta allt inn í sama boxið. Í þessu felast skilaboð að það sé aðeins hinn mælanlegi veruleiki, aðeins það sem sagt hefur verið og reynt, athafnasemin, hugsanlega án íhugunar, og áætlunarlíkönin sem feli í sér aga og áreiðanleika. Það gleður mig því að tilkynna ykkur að þetta hinn mesti misskilningur. Ef við einföldum myndina og tölum rökhugsun versus skapandi hugsun, þá hægt að setja máli fram svona. Rökhugsun okkur algjörlega nauðsynleg því hún gerir okkur kleift að áætla, framkvæma og reikna sem dæmi. En án skapandi hugsunar höfum við ekkert ímyndunarafl. Þorum ekki framtíðinni, að því við þorum ekki út í hið óþekkta. Við fylgjum ekki innsæinu og eigum á hættu að skapa ómennskt samfélag. Án skapandi hugsunar finnum við ekki leiðir til að vinna okkur út úr þeim vanda sem við erum stödd í hnattrænum skilningi. Og ef við reynum ekki að halda jafnvægi þarna á milli rökhugsunar og skapandi hugsunar,
þá felur yfirtaksnálgun í hvora áttina sem í sér ójafnvægi og takmarkar getu okkar til athafna. Þá höldrum við, bæði sem einstaklingar og heild. Það því mjög jákvætt að ferðamálaþingið í ár skuli leggja áherslu á samvinnu milli skapandi greina og ferðaþjónustu. Við skulum hins vegar ekki gleyma því að við þurfum að næra og efla skapandi hugsun og getu hvar sem við erum stödd í samfélaginu. Skapandi hugsun getur til að mynda verið mjög nauðsynleg í stefnumótun, ekki bara í því að hanna hollan og náttúrulega mat í vegasjoppum víðs vegar um land, sem væri reyndar mjög góð hugmynd líka. Skapandi hugsun líka mjög brýn þegar kemur að því að stuðla samvinnu á milli ólíkra aðila, sem ekki hafa starfað saman áður. Og það eitthvað sem blasir við líka. Skapandi hugsun kemur þess vegna ekki bara við sögu þegar að hanna þarf falleg bréfsefni. Að skipta mjög skýrt á milli skapandi greina annars vegar og annarra greina hins vegar, hvaða grein sem það getur verið í vinnuferlinu, lítur algjörlega fram hjá þeirri staðreynd að allar þessar greinar blanda saman og verða ríkulegri fyrir vikið. Sjálfsþekking einn helsti drifkraftur skapandi hugsunar og því sterkari sem sjálfsmynd okkar sem einstaklingur og þjóð, því sterkari, hreinni og beittari rödd tölum við. Því meiri hrífandi verðum við. Því betur eigum við með að skapa okkur sérstöðu í heiminum. Standa með því sem við erum, vera stolt af því sem við erum og eigum og láta þá ímynd sem af okkur stafar vera nánast sjálfsbrotna úr okkar eigin hjartastöð. Og þar flétta saman all litróf íslenskrar menningar, náttúru og atvinnulífs. Það ekkert smáræði sem Katrín hefur á sinni könnu. Sem dregur mig að landamæraleysinu. Samtíminn kallar ekki aðeins á sérþekkingu og sjálfsþekkingu, heldur einnig á ákveði landamæraleysi hugans. Landamæraleysi sem fer þvers og kurs á sérgreinar, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök, bændur, hönnuði, vísindafólk, ráðamenn og svo framvegis. Við búum á eyju, ekki bara í landafræðilegum skilningi, heldur hættan sú að landamærin herji líka á okkur andlega. Og það má alveg velta því upp, hvort að reynslan allra síðustu árin hafi orðið til þess að minnka súrefni til hugans og andans og draga þannig úr tilfinningu okkar fyrir möguleikum á Íslandi. Það að fylgjast með því sem gert allan heim mjög mikilvægt, til dæmis út frá samkeppnissjónarmiði, ekki síður en sjónarmiði ímyndunaraflsins, tilfinningunni fyrir endalausum möguleikum. Landamæraleysi þarf líka að ná utan kynslóðirnar. Það kynslóðabil sem skapast hefur á milli þeirra yngstu og elstu, ekki bara á Íslandi heldur út allan heim. Og þetta mjög áreiðandi málefni. Við þurfum að muna hver við erum, þekkja sögu okkar leið og við höfum hugrekki til þess að þóra framtíðinni og þeirri óvissu sem í henni felst. Við þurfum að þóra yngri kynslóðunum. Við búum í hnattrænum heimi, hvort sem okkur líka það betur eða verð. Sá heimir á sér ekki skýr landamæri. Við sjáum það í lýðræðislegum víðsvegar heim, borgaralegri þátttöku og götum úti, á internetinu, þvert á heimsálfur og í raun á vettvangi sem ekki hefðbundin í sjálfum sér. Ný erindi taka sér nefnilega oft nýjan farveg og dýnamíkin sem í gangi í heiminum í dag býður svo sannarlega upp á marga nýja farvegi. Ef við lítum á Ísland í slíkum heimi og skoðum ferðaþjónustuna ein og sér, blasir við að því styrkari fótur sem við stöndum á rótin okkar, því betur kemur okkur til með að vegna. Fólk úti í heimi hefur áhuga á Íslandi. Það ekki að koma hingað í rokið og rigningunni eða sólstöðurnar í júní til þess að fá bandaríska eða þýska menningu beint í æð. Fólk kemur hingað til þess að kynnast Íslandi, því fólki sem hér býr og kannski fyrst og fremst náttúrun okkar. Að henni eigum við að hlúa og átta okkur betur á stöðu okkar í heiminum út frá náttúrunni sem við búum í og þeim auðlitum sem hún færir okkur. Plássi sem hver einstaklingur fær hér einstakt. Borgarar heims hrópa á meira pláss. Því betur sem við skerpum á því hver við erum og hvar við stöndum og hvað við stöndum fyrir út frá þessum gildum, því betur kemur fólki til með að líða hér. Því betur gengur það landið okkar. Og því betur kemur það til með að kynna sjálfu sér í okkar landi. Framandi slóðir gera það. Það skerpa á arfi ferðamanna, erindi og sjálfi
ekki síður en þekkingu og menningu hver staðar fyrir sig. Ef við fögnum hnattrænni þróun, horfumst í augu við hana, getur hún vissilega skert á sjálfsmynd okkar eins og ég hef sagt og því sem tilheyrir íslenskri menningu og náttúru. En það algjörlega okkar val. Því betur sem við hugsum landið sem heild, því styrkari fótum stöndum við. Og slík heildarnálgun felur alls ekki í sér útvötnun og sérkennum okkar og sérvisku. Þvert á móti ætti hún að fagna þeim einkennum. Hún krefst þess samt sem áður að til staðar sé víðtæk samvinna. Sterk, leiðandi rödd eða raddir sem sameina geta ólíka hagsmuni, raddir og þarfir ólíkra aðila og landshluta. Og þá þarf Bjartur gamli sumarhúsum að efla sjálfstraustið og treysta ferlinu. Takk fyrir mig.